Aladín og töfralampinn. Einu sinni fyrir æva löngu átti heima í borg nokkurri drengur að nafni Aladín. Hann var barn að aldri þegar faðir hans dó og móðir hans vann baki brotnuð til að afla sér og drengnum veðurværis. Dag nokkurn kom í heimsókn til þeirra ókunnur gestur, gamall síðskeggur og kvaðst vera frændi drengsins. En raunar var þetta ekki frændans, heldur töframaður nokkur, og hann var svo sannarlega til alls vís. Komdu með mér, sagði töframaðurinn við Aladín. Ef þú ferð að mínum ráðum, verður þú innan skams auðugur maður. Og þar sem Aladín og móðir hans voru bláfátæk, lét þetta girnilega í eyrum. Daginn eftir gekk Aladín út fyrir borgina í fylgd töframannsins. Allt í einu nam öldungurinn staðar. Hann sópaði til sandinum á jörðinni og í ljós kom stór steinhella með handarhaldi í miðju. Taktu í, sagði töframaðurinn. Lyftu upp hellunni. Undir hellunni blöstu við nokkur þrep sem lágu djúpt í jörð niður. Nú skaltu ganga niður þessi þrep, sagði töframaðurinn. Þú munt koma í sal nokkurn, fullan af gulli og gersemum. Ekkert af því máttu snerta, nema einn lampa sem stendur þar á marmarasúlu. Hann skaltu færa mér. Ef þú gerir eins og ég mæli fyrir verður þú vel ríkur. Og taktu við þessum töfrahring. Hann verndar þig fyrir öllum háska. Aladín tók við hringnum og lagði á stað niður þrepin. Hann fekk ofbirtu í augun af allri þeirri dýrð sem blasti við honum þar niðri. Hann kom auga á lampann innan allar gersemarnar, tók hann og hélt á stað upp þrepin, sömu leið og hann hafði komið. Réttu mér lampann, skipaði töframaðurinn. En Aladín treysti ekki fyllilega þessum frænda sínum, sem honum stóð hálfgerður stuggur af. Hann óttaðist að karlinn hrifsaði til sín lampann og léti svo helluna falla yfir opið. Hann svaraði og sagði: Réttu mér höndina og hjálpaðu mér upp fyrst, svo færðu lampann. Töframaðurinn varð hamstóla af bræði. Hann hafði lesið í galdrabókum sínum að þessi lampi gæti gert hann að voldugasta manni heims. En til þess yrði hann að taka við honum úr hendi annars manns. Nú gat þessi stráklingur kannski eyðilagt allt. Hann tautaði einhverja töfraþulu í reiði sinni, en við það féll hellan yfir opið með braki og brestum og ljósum loga. Þar með var fyrirætlun karlsins farin út þúfur og hann skundaði leiðar sinnar og heim til sín, alla leið til Afríku. Aladín varð eftir niðri í myrkrinu. Í örvæntingu sinni neri hann lampanum við brjóst sér. Í sama bili birtist honum heljarstór andi. Ég þjónn þinn, meistari minn og herra. Skipa þú og ég geri hvað sem þú krefst, sagði andinn. Aladín vissi ekki sitt rjúkandi ráð og óskaði þess auðvitað heitast af öllu að komast heim. Og þangað var hann líka kominn á svipstundu. Aladín sagði móður sinni hvað á daga hans hafði drifið. Þau ákváðu nú að halda lampanum leyndum að mestu og hugsuðu með sér að ef þau kveiktu á honum aðeins stöku sinnum til hátíðabrigða myndi engan gruna neitt.
Og nú liðu árin við allsnektir hjá þeim Aladín og móður hans. Ef þau vanhagaðu mat og klæðnað, kölluðu þau á andann. Og ef þau vantaði peninga til að borga konunginu skatt, kölluðu þau líka á andann. En dag nokkurn breyttist allt í lífi Aladíns. Hann sá í andlit konungsdótturinnar þegar hún var á leið í bað. Að vísu var stranglega bannað að horfa á konungsdótturina, en Aladín gat ekki að sér gert. Á því augnabliki sem hann leit hana augum var hann ástfanginn af henni og óskaði þess að mega giftast henni. Í ákafa sínum klæddist Aladín sínu besta skarti og skipaði nú andanum að fylla skrín með fegurstu gimsteinum sem til væru á jarðríki. Að nokkrum dögum liðnum fékk Aladín leyfi til að ganga fyrir konung. Yðar hátign, mælti hann. Ég bið yður stórrar bónar. Ég elska dóttur yðar og óska þess að mega giftast henni. Og til staðfestingar ástminni færi ég yður þessa litlu gjöf. Konungur varð frá sér numinn af undrun. Gimsteinarnir glóðu og skinu fyrir augum hans. Hvílík dásemd, hrópaði hann upp yfir sig. Konungurinn komst allur í uppnám við þá tilhugsun að eignast slíkan auðkýfing fyrir tengdason. En áður en hann samþykkti að dóttir hans giftist Aladín, hugðist hann þó fá frekari vissu hve voldugur og auðugur þessi ungi maður væri. Hann mælti: Þú skalt byggja kastala handa dóttur minni. Þegar því lokið, skaltu fá hana fyrir konu. Jafnskjótt og Aladín var orðinn einn, kallaði hann til sín andan og skipaði honum að byggja hinn fegursta kastala við hliðina á konungshöllinni. Varla hafði hann sleppt orðinu þegar kastalinn var þar kominn eins og hann hafði fyrir mælt. Konungur stóð agndofa gagnvart slíkum undrum og gaf Aladín þegar í stað hönd dóttur sinnar. Svo ákaft var til stofnað að brúðkaupið var haldið samdægurs. Og það var glatt á hjalla. Þegnarnir voru allir hæst ánægðir með þennan ráðahag. Það er að segja allir nema stórvesírinn, helsti ráðgjafi konungs. Hann hafði nefnilega vænst þess að eignast prinsessuna sjálfur. Nú var sú von hans að engu orðin. Og stórvesírinn var ævareiður. Hann skipaði nú njósnurum sínum að grafast fyrir leyndardóminn að baki undramætti Aladíns. Þegar njósnararnir færðu honum þær fréttir að öll hamingja ungamannsins stafaði frá töfralampa, tók vesírinn til sinna ráða. Hann dulbjóst sem betlari. Svo keypti hann nokkra lampa, hélt til kastalans og kallaði í sífellu: Nýir lampar fyrir gamla. Ég tek gömlu lampana ykkar og læt ykkur hafa nýja í staðinn. Nú myndist konungsdótturinn þess að hafa séð lampa út í horni í herbergi mannsins, án þess að hafa minnsta grunum hvað í húfi var. Tók hún lampan og hafði skipti við betlaran meðan Aladín var úti á veiðum. Jafnskjótt og vesírinn hafði klófest lampan, hóf hann að núa hann og fæja, og það skipti engum togum að andinn mikli birtist. Vesírinn reyndi nú allt sem hann gat til að fá prinsessuna til að giftast sér. Þú sérð Aladín aldrei framar, sagði vesírinn. Hann er sama sem dauður. Aladín kom heim af veiðum og varð harmi lostinn. Hann hljóp víðsvegar borgina
og spurði alla sem hann hitti hvað orðið hefði af kastalanum og konu sinni. En allir hristu höfuðið, enginn vissi neitt. Allt í einu mundi Aladín eftir hringnum sem hinn illi töframaður rétti honum forðum. Honum datt nú í hug að vita hvers hann væri megnugur. Aladín neri og nuttaði hringinn eins og hann hafði farið að við lampann. Og samstundis birtist honum andi hringsins. Hjálpaðu mér, andi, sagði Aladín. Færðu mér aftur kastalan og konu mína. Það get ég því miður ekki, herra minn, sagði andi hringsins. Aðeins andi lampans fær að uppfylla þá ósk. En ég get hins vegar farið með þig til konu þinnar. Ó, gerðu það. Og á augabragði var hann staddur í kastalanum. Prinsessan konan hans hljóp til hans, altekin af undrun og fögnuði. Þegar Aladín heyrði skiptin á lömpunum, ákvað hann að ná töfralampanum með einhverjum ráðum. Ég veit hvað við gerum, sagði Aladín. Hér ég með svefnlyf. Gerðu nú nákvæmlega eins og ég segi þér. Hann sagði konu sinni hvað hann hafði í hyggju og faldi sig að svo búnu bak við gluggatjöldin. Þegar vesirinn kom heim, kvaðst prinsessan reiðubúin að giftast honum. Mér ljóst að enginn flýr örlög sín. Drekkum nú heilla skál okkar beggja. Hún rétti vesirnum glas af víni. Vesirinn drakk í botn og féll jafnskjótt í fasta svefn, því að þau Aladín höfðu blandað svefnlyfinu saman við vínið. Aladín kom nú fram úr felustað sínum og var ekki seinn á sér að grípa töfralampann sem hékk við belti vesirsins. Aladín neri lampann og samstundis stóð þar andi lampans. Aladín skipaði honum að flytja kastalan aftur á sinn stað. Og í sama bili var konunginum litið út hallargluggann heima hjá sér. Hann starði sem steini lostinn á undrið. Kastalinn var kominn heim. Og brátt féllust þau í faðma, konungur og dóttir hans. Og vesirinn illi var færður í fangelsi. Nokkru síðar lýsti konungur Aladín erfingja sinn og eftirmann. Ég þess fullviss, sagði hann, að þú verður réttlátur konungur og stjórnar ríkinu með sæmd og sóma eftir minn dag. Og töfralampinn var læstur niður í skúffu. Aladín þurfti aldrei að nota hann framar. Sú hamingja sem hann naut í návist konu sinnar og barna var betri en nokkur sú lukka sem lánast með töfrabrögðum.